Verið velkomin í þátt 2 í Frelsið er yndislegt. Ég og Íris Ósk ætlum að vera með ykkur í þessu þætti og ræða vanda barna með fjölþætta vanda, held ég að sé sagt, eða ekki. Afstaða hefur svolítið verið að fjalla þessi mál og kvartaði félagi til Opcat eftirlits umboðsmanns Alþingis í síðasta haust yfir aðbúnaði barna í neyðarvistun á lögreglustöðinni á Hverfisgötu og í kjölfari kom út skýrsla frá umboðsmanni þar sem að hann tekur fram að þetta sé alvarlegt og gróft brot á mannréttindum barna að vista þau þar. En til okkar í kvöld eru komnir, ekki segja, þungavíkta menn í þessum málefnum barna með mikinn vanda. Ég ætla bara, kannski Guðmundur Fylkisson og Davíð Bergmann eru hérna hjá okkur. Guðmundur, ef ég byrja á þér og spyr þig auðveldar spurningar, hver er vandinn? Sko, ef að menn viti ekki muninn á Hverfisgötu og Flatarhrauni í Hafnarfirði, nafni, neyðarvistunin er á löggustöðun á Flatarhrauni. Já, það er rétt. Hver er vandinn? Hann er orðinn, hann stigmagnast en er ekki óviðráðanlegur. Og stóri hlutin er kannski þá að þarna eru margir mismunandi aðilar að reyna að takast á þetta en það vantar svolítið svona samþættingun og síðan einhvern lok á þessu. Þannig að börn sem er að glíma við vanda og lenda í okkar höndum, það er síðan reynt að koma þeim áfram inn að barnaverndarkerfi sem síðan lendir á vegg með einhvers konar úrræði fyrir þau og þá náttúrulega gerist ekkert og vandinn vex. En þetta er ekki risastór hópur. Og við þurfum pínlegt að gæta okkar svolítið á því að sko, Ísland er ekki að fara til helvítis og ungdómurinn okkar er ekki vonlaus. Langstærsti hópurinn af unga fólkinu okkar er í lagi. En þessi litli hópur er að stækka kannski ofrætt. Já, þetta er svolítið mikið í fjölmiðlum núna og þetta virðist vera einhvern veginn óyfirstíganlegt og einhvern veginn er maður stöðugt að lesa fréttir að allt sé ómögulegt og ekkert að gerast í þessum málum og búið að loka öllum meðferðarúrræðum. Jú, það er allavega, sko, þegar er komið á þann stað að við erum með krakka sem þurfa á aðstoð að halda og svo aðstoð er ekki í boði, þá erum við í vanda. Ja. Og þá mun vandinn verða bara eins og snjóbolt. Þetta mun bara vaksa, en þetta er ekki óyfirstíganlegt. Við skulum alveg passa okkur þar, sko. Já. Það er alveg hægt að takast á við þetta, en það þarf svolítið mikið til. Davíð, þú hefur nú verið duglegur að tjá þig hér og þar þessi mál og ert búin að vera lengi að vinna í þessum bransa og ert ennþá. Þú hefur einhverjar skoðanir á málunum í dag, eða ekki? Já, ég held ég komið að þessu svona. Hver er þetta? Af hverju gerir hann þetta? Og ég hef búin að velta þessari spurningu fyrir mér frá því að ég var sendur landshornum milli sem olnbogabarn af því ég gat ekki lesið mér sér til gagns. Ég hef búin að velta því fyrir mér, sko, það er eiginlega best að lýsa því þannig, hver er þetta og af hverju gerir hann þetta, eða ég hlusta á lagið Þór með utangarðsmönnum af plötunni IB45. Það er akkurat típan sem er í gangi núna upp í Breiðholti. Og hún var líka til þegar ég byrjaði þessu fyrir 30 árum síðan. Og ef ég hugsa til ársins 1994 þegar ég var að byrja í útdeildinni, þá kom upp svona gengi upp í Breiðholti, svipað og er núna. Og þá hafði samband prestur við starfsfélagi minn, Björn Inga Ragnarsson, sem var upphafsmaður mótorsmiðjunnar. Og ég segi upphafsmaður mótorsmiðjunnar, það kom náttúrulega fleiri aðeins á öðrum tímapunkti, en hann er runni hugmyndasmiðjun að mörgu leyti, að stærstu leyti. Vegna þess að þessi prestur, hann hafði samband og sagði að það eru gaurar hérna að gera allt vitlaust og ég þarf aðstoð. Og hvað gerði Bjössi? Hann fór ekki á fund með möppudýrum á skrifstofu þar sem var sett upp einhver áætlun.
Hann fór í leðugalan á mótorhjólið upp í Breiðholt og parkeraði hjólinu þar sem hann vissi að þessu strákar væru. Og hvað gerðist? Flugurnar kom og settust á skítinn, eins og hann sagði sjálfur. Hann teymdi vandamálið úr Breiðholti niður í Tryggvagötu þar sem útdeildin var, inn í litla kompu og þar var fyrsta mótorsmiðjan til. Svo þróaðist hún og svo komu góðu menn að þessu eins og Mummi og fleiri. Og Mummi á definitely mikið kredit og hann gerði frábæra hluti. En svona var þetta til. Og ég búinn að vera að velta því fyrir mér að því við erum að tala hver þetta, af hverju gera hann þetta. Af hverju í andskotunum mætuðu þessum vanda alltaf með sama hætti. Tökum 5 atriði. Viktor í prest og segir svo anskoti. Já. Tökum 5 atriði. Ég með á blaði. Af því ég ætlaði ekki að gleyma því. Sérfræðivæðingin. Ég satt fyrir framan alls konar sérfræðingar sem barn. Sálfræðinga, félagsráðgjafa, löggur og allavega. Ég man engan aðeins með nafni. Engan. En ég man eftir Páli gamla sem ég var sendur til sem heyrði mig og sá. Ég man eftir honum, mjög vel. Og hann eiginlega svona gaf mig lífsneistan fyrir því sem ég að gera í dag. Sem sko, lífið gefur engan afslátt. Þannig lífið. En við erum samt alltaf að gefa afslátt á þessa krakka. Það ofgreiningar, lyfjavæðing, bómullavæðing og það síðasta aðgerðarleysi eins og Guðmundur kom inn á. En hvað fagmaður? Hvað fagmaður, Guðmundur? Fagmaður bara maður eða kona sem hefur lesið sér til í Háskóla Íslands, hefur aldrei nokkuð tíma stigið fæti inn í veröld þessara barna? Er það fagmaður? Það ekki fagmaður samkvæmt því eins og ég hef upplifað í þessu starfi í gegnum tíðina. Ég gerði það þegar ég vann hjá Stöðlum í 17 ár. Það ekki fagmaður sem hefur verið báðum með við borðið, upplifað það að vera sendur landsóknarnum milli, svona dæmigerða Breiðavíksögu, sem hefur unnið við þetta í 30 ár, sem hefur í alvörinni verið með hópastarf fyrir drengi í afbrotum en ekki tala við þá bara yfir skrifborð, heldur gert eitthvað með þeim. Og ég ætla að taka bara, að ég er hann svo heitur sko, ég ætla að taka hérna dæmi. Ég gerði samstarf við lögreglu. Ég gerði samstarf við slökkviliðið, tryggingafélag, fyrrverandi fanga, landhelgisgæsluna, björgunarsveit og grensásdeild, þar sem ég fór í gegnum það að kenna þessum drengjum hverju orsök og afleiðingar afbrota. Það skilaði yfir 80% árangri. Ég búinn að bjóða Breiðholti, nú þegar, ég búinn að bjóða Breiðholti samskona verkefni. Það allt vitlaust þarna upp í Breiðholti, þessu við vitið. Ég gert múkkið þeim. Þá stillaði þeim upp á bak við skrifborð og segja hvernig líður þér. Þú ert að lýsa svolítið svona það sem vanti kannski inn í þetta allt saman einmitt þessi svokallaða jafningjastuðningur sem að brjóta sér til rúms núna mikið hér á landi. Bingo. En miklu meira á Norðurlöndunum og svona aðeins að byrja hér. Við erum ennþá að kljást við svolítið svona fordóma í kerfinu hjá menntaliðinu að taka þetta inn. Sko. Ég veit að Landspítalinn búinn að taka þetta inn á alla geðdeildir til dæmis. Það sem eru konum með svona á bara jafningja á launum. Og við erum að sjá þetta starf það sem afstaða að gera í fangilsunum til dæmis, jafningjastuðningur og þetta það sem þarf að virkja betur. Við erum nú til dæmis með fulltrúa sem hjá okkur sem hefur verið að fara stundum inn á heimilið sem börn eru og stuðla á fleiri staði og þetta að virka og ég er sammálaður í þessu. Þetta greinilega vantar bara inn í kerfið og kannski erum við bara konum með lausnina. En það sem ég hef verið sko að því að við erum með löggu hérna við borðið að þá sko það til dæmis eins og samfélagslöggurnar að þegar fyrir ríkisstjórn setti inn hálfan milljarð í forvarnir og reyna að taka og vanda þessar barna að þá bara stökk sko lögreglan á þennan hálfan milljarð og það bara við tökum þetta, við ætlum að vera með samfélagslöggurnar
og það mátti bara engin annar koma að. En sko, ég var svona svolítið pirraður yfir þessu, að því að mér finnst vanta, skilurðu, jafningja grundvöllurinn inn. Af því að við vitum alveg að það ekki bara samfélagslöggar að fara að leysa vandann, það þurfa fleiri að koma að borðinu, skilurðu, og það kannski svolítið vandinn, að það ekki allir að koma að borðinu. Hvað segir þú það, Guðmundur? Ég ætla bara að fara í allt aðra hluti, sko. Byrjum á bómullunni. Já. Og þú sagðir að Afstaða hefði sett þarna út á það veru barnanna í gömlu fangaklefum í Hafnarfirði. Ég held að við séum komin á langt í þessum réttindum barna. Segiði mér, getið bent mér á eitthvað foreldri sem með forveikt barn heima, með mikinn hita og þarf að halda barninu inni í viku út af því. Það því lífshættulegt að fara út. Umboðsmaður barna eða eitthvað bindingarnefnd Evrópusambands að mæta þar og setja út af við foreldrarna að barnið fer ekki út. En það gerir það þegar krakki komin inn á neyðarvistun Stuðla. Af hverju krakkin á neyðarvistun Stuðla? Það að því að hann í einhverju hættu. Hann í neysluhættu það sem verið að reyna að stoppa með svona handbremsu aðferð. En krakkarnir verða að fá að fara út og hvað gera þau þurfa að fara út í útivist á hverjum degi? Þau hlaupa, stinga af. Varðandi eftir að brann upp frá þá þurfti að finna einhverju auðvita. Ég alveg sammála það að gömlu fangaklefarnir í Hafnarfirði ekki viðunandi aðstaða. En þetta örugg aðstaða sem verið að nota í dag og hún örugg fyrir barnið, hún örugg fyrir hin börnin sem upp á neyðarvistun og hún örugg fyrir starfsfólk neyðarvistunar. Ég man ekki, var það ekki bara í fréttum í fyrra eða hitti fyrra, var það ekki hluta því sem að Úlfur talaði um. Hann að lenda í því að starfsfólk þar slasað og frá í langtíma veikindum að því það að slasast í átökum við starfsfólk. Við einstaklingarna sem þarna inni. Ég myndi gjarnan vilja fá að heyra tölu, hvað hefur það gerst oft í klefunum í Hafnarfirði? Má ég stoppa þér, hvernig líður börnunum eftir að hafa verið þarna inni? Það síðan einn hlutur og það verið að tala um að einhver hafi orðið fyrir áfalli en ef þeir eru fengnar tölur, það er búið að gefa út einhverja tölur fjölda vistana þar, en hvað eru margir einstaklingar að bak við þessar vistanir? Það eru þarna nokkrir einstaklingar sem að koma þarna aftur og aftur, annars vegar vegna þess að þeir eru ekki húsum hæfir upp frá, þeir eru hættulegir sér öðrum börnum og starfsmönnum og það er líka hitt, og það, ég veit ekki hvort þau hafa verið spurð að því, það er vegna þess að þau upplifa sjálf ákveðið öryggi þarna. Það eru líka einstaklingar sem verða fyrir áfalli af því að það er verið að tala um að sé ekki gluggi, það er gluggi í báðum endum en það er vissulega hamrað þeir sjá ekkit út gluggana, það er risastór gluggi í öðrum endanum og helmingurinn á honum í hinum endanum. Vissulega mætti mála þetta í öðrum og betri litum, en þarna eins og upp á neyðarvistun Stuðla, þar er allt múr og naglfast og á ekki verið hægt að kveiki í því. Hvað gerðist? Það var einhverjum samt sem tókst að kveiki. En það er verið að bíða eftir einhverjum sérsmíðuðum hurðum núna sem það er ástæðan fyrir að það er ekki búið að opna nýja neyðarvistunum á Stuðlum að því að vera að bíða eftir einhverjum sérsmíðuðum hurðum. Af hverju eru sérsmíðaðar hurðir? Það er af því að einstaklingar sem eru þarna inni, þeir eru sér öðrum hættulegir og það þarf að tryggja öryggi þeirra. Það er svona, þannig sem búin að blása pínuti þarna. Ég get alveg tekið undir, við vitum alveg að börn geta verið ofboðslega kraftbyggð og stór og í einhverju sturlunar ástandi og hættulegt öllum í kringum sér. Og þá þarf oft eitthvað svona úrræði, en með reynslu af svona fangaklefum þá hefði maður talið að það hefði þurft að undirbúa þetta miklu betur og vera með öðruvísi úrræði sem tilbúið til að takast á við þennan vanda, en þetta er auðvitað bara bráðabirgða úrræði. Þetta er neyðarúrræði, það er náttúrulega máli, já. En, þannig að... Nú ætla ég að því að Davíð upp með pennan, hann er að tala um hvernig þetta var í gamla daga og hann er að tala um Breiðholtið. Í gamla daga þegar þú varst, þá fyrstu strætómiða og skiptimiða og þú fórst ekki út úr hverfinu. Nei. Það var nýra lem. Já, þú fórst þangað og svo fórstu heim. Krakkarnir í dag, og það er komið fram held ég hjá Heimi Ríkast þegar var að tala við hann í dag, eins og varðandi samfélagslöggæslan, þegar samfélagslöggæslan kemur á einn stað til þess að vera sýnileg, þá færa þessu. Þau eru á ferðin út alla borg og þetta er ekki svona endilega einhver hverfisvandi.
Þannig að það svo margt sem hefur breyst í samfélaginu frá því í gamla daga þegar þú varst að vinna við þetta. Bara á þessum tíma sem ég búin að vera, ég byrjaði 2014 í þessum krökkum, þegar ég byrjaði þá fann ég þau í hverfunum sínum. Það ekki þannig í dag. Ég að finna þau á Selfossi eða Suðurlandi eða Akranesi eða bara hér út allt. Þannig að það hefur svolítið breyst og þetta ekki, og það til dæmis svo barnamenn hlýtur að þurfa að fara að skoða svolítið einhver vinnubrögð. Við erum með hvað, 6 eða 7 barnaverndarnefndir, krakkarnir, hópurinn hann í Mjóddinni, hann frá öllum svæðunum. Þannig að þú veist, þetta ekki, en ég held að hluti samt af þessu sem svolítið að springa út núna er menningarvandamál. Eru einstaklingar sem eru nýflutti til Íslands, hafi ekki aðlagast okkar umhverfi, foreldrarnir hafi ekki stuðningsnet, hafi ekki skilning og þau höndla ekki og kerfið ég upplifi það stundum, sé svolítið hrætt við þau. Annarkvort það, eða þá þau eru að hunsa þau af því að þau hafi ekki stuðningsnetið. Og þessi vandi hann svolítið, snjóboltinn þar. Við erum ekki að tala eitt menningarsvæði, við erum að tala nokkur. Ég hef svona tilfinningunni að þeim vanti eitthvað að gera. Skilur, það vanti bara eitthvað að gera fyrir þau. Og ég man eftir að það voru hópamyndanir til dæmis í Hagkaup í Skeifunni og ég fór þarna á einhvern fund og þau spurðu mig hvað það ætti að gera. Þau var að hringja í lögguna og löggan vildi ekki koma. Og ég sagði, ég meina, okkur ætti löggan að koma, þetta bara börn og þau hafa ekkert gert að sér. Okkur opnið ekki bara eitthvað svona tómstundaherbyggi bara hérna við hliðina og þá bara eru þau þar, skilur. Þá eru þau ekki hérna í andirinu þar sem að kúnnarnir eru að koma inn. En það hefur ekki gerst ennþá, sko, að þeir hafa gert eitthvað í þeim málum, sko. En ég veit ekki hver vandinn þar en ég meina að þegar við erum að tala þennan hóp, hvaða úrræði eru til í dag? Fyrir hann hóp. Sko, byrjum bara því, það er sko skólakerfi og skólaskylda. Við erum að fást við einstaklinga á skólaskyldualdri sem mæti ekki í skólan. Og það ekkert gert í því. Og hvert fara þessi krakkar þá? Sá hópur. Það hópur sem á að vera eitthvað utanum. Svo erum við með krakkar sem eru búið með skólaskilduna og þá þarf eitthvað, þá viljum við það til eins og Davíð og það sem hann vinnur, hann svolítið að grípa þann hópinn en það dugar ekki fyrir alla. Ég átta mig ekki alveg á tölunum hvað þetta stór hópur sem ekki heldur áfram í framhaldsnámi, einhvers konar námi, en hérna, svo hitt, ég svo Davíð, ég hefði þurft að vera blað á penna, sko, það það hérna, þau ekki öll eins, það dugar ekki ríkisúrræðið á þau öll. Þannig að þó að Hagkaup myndi setja upp eitthvað leikfangahotn fyrir þau eða eitthvað akvar, þá kæmi þar einhver sem myndi fara að skemma. Hann passar ekki inn í það og hann getur ekki sætt sig við það sé eitthvað svona gott þar. Þannig að sko, Hagkaup að kaupa öll húsin í kring og vera með mismunandi úrræði. Eitthvað í þá veru, sko. En kötturinn virkar, maður sér það þegar hvað heitir hann þarna? A4 kötturinn. Diego, já. Þau kom inn og klappa honum allavega, sko. Og svo fara það inn og svo kom það hlaupandi út og öryggisverðin eftir, sko. En hvað það grunnskólanir og það búið að koma á einhverju kerfi sem heitir farsældarlögin. Eru þau að virka? Alltaf Framsóknarmann svaraði þessu fyrst, eða? Já, ég meina það var Framsóknarflokkurinn. Okkur ekki á Framsóknarsvæði. Ég meina þess að Framsóknarflokkurinn hefur enga innistæðu fyrir því að vera að klappa sjálfu sér eða klappa sér á öxl yfir því að hafa gert stórkostlega hluti í þessum málaflokki. Nú erum við ósammála. Við skulum bara byrja á það. Menn þess að ef það þannig og getur ekki byggt andskotin hafið það, sérhæft meðferðarheimili fyrir ungmenni í vanda sem hafa samþykkt og skrifað undir 2018 og látið stranda okkur 100 milljónum vegna gatnagerðargjalda, þá erum við í fáutesamfélagi. Það bara svoleiðis. Er það pólitík eða embættismannakerfi? Bæði. Og svo skulum við tökum þetta alla leið. Menna þess að ég orðinn svo ofboðslega þreyttur á þessu. Byrjum á því að ræða hlutin eins og þeir eru í dag. Fyrir 30 árum síðan fór ég á heimsótti Danmörk, Noreg og Svíþjóð og fór að kynna mér nákvæmlega það sem að gerast hérna á Íslandi, menningamismunur. Ég fór að kynnti mér starf sem heitir PUK, Pólitísk ungdómsklúbb. Það hugmyndafræði sem gengur út á það að lögreglumenn að taka svona gríslinga að sér, leiðbeina þeim og fræða með tilsjón. Ef það eitthvað sem myndi virka,
að því vorum að tala samfélagslögreglu og eitthvað þess áttar, ef það eitthvað sem myndi virka, þá myndi ég segja 100% að það innleiða þetta í lögreglunámið, að þú átt að vera með tilsjónaverkefni með svona krökkum áður þú útskrifast. Þannig að þetta eru þínir framtíða skjólstæðingar. Það er til dæmis ein hugmynd. Hin hugmyndin, a Youth Offending Team, sem er upprunnin frá Bretlandi, sem gengur nákvæmlega út á það eins og ég var að tala áðan, hópastarf, en það er bara innleitt í lög og það er einhver lög að breyta hérna. Það er 57. grein almenna hegningarlaga sem uppfyllir þau skilyrði til þess að það sé hægt að dæma krakka til meðferðar, fræðslu og leiðbeininga. Það er það sem við erum að gera. Við erum að hætta að stofna ráð og nefndir, sérfræðinga og þetta endalausa helvítis bull sem er búið að vera hérna í gegnum áratíðina. Það er það sem er stærsti flöskuhálsinn í kerfinu. Það er ekki það að það er ekki til fólk sem vil taka á málunum einhverju viti. Og ég get alveg sagt það fullu fötum að það er svo mikið skömm að því að það skuli ekki vera búið að rísa sérhæft meðferðarheimili fyrir börn á Íslandi í vanda þegar að það voru 9 meðferðarheimili til á Íslandi, þau voru með 100.000 færri íbúar á Íslandi, en núna þau eru 100.000 fleiri, þá var varla starfrætt eitt. Þannig að Framsóknarflokkurinn getur skammað sín og hin flokkarnir líka. Þá nú er það ég. Hvernig væri staðan í dag ef ekki væri fyrir upphafið af þessu, þar að segja að menn byrja að stíga ákveðið skref í þessum farsaldar þætti, ég hef ekki kynnt mér þetta djúpt, það er þessi snemmtæka íhlutun. MST, ég gagnrýndi nú MST hérna á sínum tíma vegna þess að það var úrræði sem kom of seint, krakkarnir voru nú gömul sem hérna var verið að taka þeir inn og þetta virkaði illa. MST er stórt í dag, er að grípa þau fyrr og sá hópur er ekki að lenda á mínu borði. Sem er frábært. Varðandi sérhæfða unglingaheimili og ég þarf aðeins að hrósa nú Ása, en ég líka, hann má eiga það ef hann hefur, hérna, ef það er hans frumkvæði sem að opnunu var hann á Blönduhlíð fyrir kosningar, þá er sem var ónýtt heimili, en sko, að þarna er ráðherra sem tekur ákvörðun breytingar sem munu taka langan tíma og hann verður klárlega, hann er þetta hættur núna, hann er klárlega hættur í pólitík þegar afraksturinn kemur í ljós. Það sem gleymdist í þessari umræðu, það er eins og ég hef sagt áður, lekinn var stoppaður en mygla var ekki unnið í myglu, það er að segja hópurinn sem er komin í vanda, það er ekki verið að taka á honum. Gummi, nú ætlaði að stoppa í alvöru. Varðandi sérhæfða heimilið. Ég nenni ekki að hlusta á þetta. Varðandi sérhæfða heimilið, þá er sko 2016 eða 17 koma foreldrar fram og foreldrar 12 ára drengs og 17 ára drengs sem eru vistaði saman á nauðavistun, annar er í upphafi hegðunarvanda. Förum ekki einstök mál, tölum þetta í heilstað, nei, í alvöru tala, Gummi. Eitthvað meðferðarheimili er ekki lausnin. Það þarf miklu meira. Stopp, í alvöru tala. Miklu meira. Alvöru talað. Ég meina, þú veist, á 30 árum sem ég er búin að vinna í þessu, þá erum við búin að fara niður í 9 meðferðarheimilum í næstu því ekki neitt. Já. Og ég meina, það er ekki hægt að verja þetta. Það er ekki hægt. Alveg sammála. Og hvað hefur komið í staðinn? Ráð og nefndir. Og eitthvað bla, bla, bla. Ég var að tala hérna áðan aðgerðir, eins og ég var að tala PÚK, Pólitískt ungdómsklúbb. Ég var að tala Youth Offending Team, sem er aðgerða áætlun fyrir unga afbrotamenn. Það er fræðsla, það er leiðbeining, það er dómur og það er þannig í Bretlandi. Þegar kemur að Youth Offending Team, að það hangir ekki yfir þeim ævilangt standa dómin, heldur fer málið í tætaran og þú fær tækifæri. Það er það sem við þurfum að hætta þessu sérfræðinga þvætting endalaust. En erum við þá að tala sko, að því að nú erum við til dæmis búin að vera ræða innan okkar hóps og áfangaheimili vernd líka, við höfum verið með svona þar skoðanir að það eigi að vera eitthvað sem heitir skilorðseftirlit ríkisins, að leið og menn byrja að brjóta af sér, að þá er þeim úthlutað svona fulltrúi sem er að aðstoða þá og er að aðstoða þá í raun og veru allan tíman frá því að þeir fara til lögreglu og dómara og fá dóminn,
kostum þeir fara í gegnum samfélagsþjónustu, fangilsi og síðan skilorðið sjálft. Þannig að þeir séu allan tíman að reyna aðstoða. Þannig að það sem að gerast í millitíðinni frá því að menn eru teknir, að þeir eru kannski teknir fyrir eitthvað mál og svo eiga að fara fyrir dóm, en í millitíðin eru komin 100 mál, skilur og að því að menn ná ekki aðstoð og síðan eru menn að sleppa út og það er ekkert sem tekur við og ekkert sem heldur utan því og þar af leiðandi vantar eitthvað svona stuðningsnet og þetta er svona kannski eitthvað svipað ekki sem að tala að við þurfum að koma á skilorðseftirliti ríkisins til að aðstoða þennan hóp, sérstaklega og í raun að vera bara alla held ég held að við getum ekki sett aldur á þetta með að við þann hóp sem að við erum sem að er inn og út úr fangelsi til dæmis en síðan er það annað kannski sem að ég veit ekki hvort ég viti af en ég hef einhvern tíma rætt við þetta við í síma eða þegar við hittust að það er þetta exit-program. Hefur þú heyrt af því, Guðmundur? Nei, það er það er program sem að afstaða hefur verið í áratugar að reyna að kynna stjórnvöldum en það verður enginn vilja taka á því eða byrja það eða skoða það fyrir en bara að Eygló Harðar sem núna hjá ríkislögreglustjóra sem framsóknarmaður. Já, reyndar. Að hún greip þetta og hafði samband og bara hvað ef við ekki að drífa þetta á stað. Og nú erum við reyndar búin að vera í nefnd í heilt ár og nú á að fara að skrifa undir samstarfsyfirlýsingar það eru fullt af sveitarfélögum, það eru alls konar stofnanir, Landspítalinn, heilsugæslan, ríkislögreglustjóri, lögreglan, það eru þriðji geirinn, alveg það er Samhjálp, Rauði krossinn, afstaða, fullt af svona non-profit félagasamtökum og það er Samhjálp og kirkjan og hjálpræðisherinn og það er svo margir sem eru að koma að því. Þetta er góðgerðarfélag, Guðmundur? Þetta er góðgerðarfélag, ekki non-profit eitthvað. En þetta er sem sagt ekki sem er að grípa þann hóp sem við erum að tala um í dag, heldur 18 ára og plus, Þannig að það er svona, það sem að mér finnst kannski vanta er einmitt, það sem er á undan, sem sagt hópurinn á undan, Má ég útskýra fyrir ykkur aðeins Youth Offending Team, sem að ég myndi, ég held að það sé sér sniði fyrir Ísland. Það er þannig, þegar að barnið brýtur af sér, þá hafa yfirvöld 3 mánuði að klára málið. Og hvað aldur það tala um? Hver er, þú veist? Það er semst frá, í Bretlandi sakaðisaldurinn 11 ár. Í Íslandi sakaðisaldur 15 ár, en við erum að tala um unglingsaldur í Bretlandi frá 11 til 18. Ég hugsa að við myndum örugglega vera með þetta eitthvað aldurskipt, en mér heyrist á öllu að þetta sé að fara neðar í aldri, þannig ég get alveg ímyndað mér að vera þetta aðlaga með einhverjum hætti. En í Youth Offending Team þá virkar það þannig að yfirvöld frá því að barnið brýtur af sér og þá er að koma lausn og málið og að klára á 3 mánuðum. Ef ekki, þá fá yfirvöld skammir í hattinn. Og ég held að þessi meiri segja þannig að foreldrarnir geta lögsótt ríkið fyrir að klára ekki málið. Ég ætla að taka fyrir eitthvað eitt lítið dæmi úr Youth Offending Team. Það er drengur sem kveikir í gámi á skólalóðinni. Og hvað er gert? Youth Offending Team kemur að málu. Það er félagsráðgjafi, það er lögreglan og það er tilsjónarmaður, eins og við vorum að tala um áðan. Hann á að vinna með húsverðinum í ákveðin tíma í einhvers konar, hvað kallast þetta aftur með ökklamatið? Samfélagsþjónustu, fyrir ekki að datt út, í samfélagsþjónustu. Hann á að fara í fræðslu hjá slökkviliðinu, hann á að vera með leiðbeiningu hjá þessum tilsjónarmanni sem að aðstoðar hann við að komast upp á fæturnar aftur. Síðan kemur hann aftur fyrir þennan Youth Offending dómstól. Í Bretlandi er það þannig að það er þó hefð fyrir svona sjálfboðavinnu. Dómarinn er þá kannski dómari sem er komin á eftirlaun, sem er dæmir. Og hann tekur tillit til þessara aðila, þessar 3 aðila sem ég taldi upp áðan. Lögreglu, félagsmála og svo það sjálfsögðu foreldrar. Ég glemdi þeim náttúrulega. Og hvað gerir svo? Ef hann stendur sína plikt innan einhvers tímaramma, þá fer þetta mál í tætarann og truflar hann aldrei meiri í lífinu. Hins vegar ef hann gerir það ekki, þá þarf hann að koma fyrir hárkollu dómara.
Svona eigum við að vinna með unga afbrotamenn. Við höfum ekki að vera með skilorðseftirlit þannig að við höfum að hringi í þá. Við höfum að vinna með þeim. Við höfum að leiðbeina þeim, við höfum að fræða þá. Og ég sé fyrir mér, sko, ég er búin að tala fyrir þessu í svo rosalega mörg ár, standandi upp á kókassa, öskrandi upp í hjómið. Ég er nú svo þreyttur á þessu. Þetta, ég skil ekki. Það er bara einhvern veginn að loka fyrir þennan möguleika. Er það af því að ég er ómenntaður vitlýsingur sem að fór í gegnum þetta sjálfur, báði með við borðið, eða hver er skýringin? Ég veit það ekki. En sko, það er fullt af góðu fólki hérna úti í samfélaginu sem getur sinnt þessu starfi. Við þurfum bara að byrja. Við þurfum að hætta að tala um börnin, nú þurfum við að fara að tala við börnin. Það er helsti munurinn. Algjörlega saman þeim. Hvað er, Guðmundur, þetta mál í Breiðholti, ef þú ekki komið nálægt í það? Breiðholt skólamál? Breiðholt skóla, já. Nei. Þannig að það er ekkert Það er ekki þar með sagt að sko börn sem eru til vandræða síðan í stróki, þau skila sér heim á réttum tíma og skila sér heim, kannski ekki alveg heimavinnunu, þau skila sér heim á réttum tíma eða þá það er enginn að spá í þau hvort þau komið heim. Er eitthvað sérstætt svona úrræði eða deild eða eitthvað sem bara er að sinna börnum, eða er það bara þú innan lögreglunnar? Ég er náttúrulega bara í strókubörnunum. Samfélagslöggæslu hópur sem er komin í dag er annars vegar sko einkennisættir lögreglumenn sem er að vinna bara á göttunni og eru svolítið eldast við þau, eru líka að fara í skóluna og síðan er komin hópur sem er að rannsaka brotin þessara krakka, það sem er verið að reyna að keyra þau hraðar í gegn því það er það sem að fátt sem við Davíð erum sammála en þannig erum við þó alveg sammála að það er hellingu sem við erum sammála það þarf að hraða þau þurfa að átta sig á afleiðingu gjörða sinna miklu fyrr og ég er að fara að mæti í dóm núna í vikunni út af 2 ára gömlu mál og ég er að fara að muna eitthvað síðan þá og heldur að drengirnir muni eitthvað sem að voru að brjóta sig þá þetta tekur of langan tíma og við þurfum að hraða þessum aðgerðum og ég er alveg sammála Davíð eins og með það að það sem er hægt að gefa þeim séns ef þau standa sig en stór hluti nú þarf alltaf að passa sig á fjöldanum þetta er lítill hópur en er ekki endilega það sem við myndum nota orðið afbrotafólk eða glæpamenn sko. Þetta þau eru pínulítið þar sko og hópurinn sem er sko ósakaður undir 14 ára hann er kannski pínulítið að vaksa og hvað ætlum við að gera þar og þú ferð ekki með svoleiðis einstakling fyrir dómara og annað slíkt Pólitísk ungdómsklubb ég sagði nú áður en að Bjarni Friðriksson rannsóknarskipið var selt við erum kannski við ráða að það er tekið sig það voru 27 káetur í skipinu skipið gott, þetta er fín aðstæð til að fara eitthvað skona vinnu með krakkana gefa fjölsmiðuna það er búið að selja það en þetta þarf að ganga hraðar og lögreglan er að byrja en lögreglan ein og sér mun ekki leysa þetta það er náttúrulega líka er ekki einhvers konar félagsmiðstöð algjör snild, flotin þau eru ára undan okkur Er það ekki bara gamla útdeildin endurreist? Í raun og veru, ég var út á landi þar sem að engin börn er óþekkt, þannig að ég veit ekki hvernig það var í gamla daga þegar þú ert óþekkur. En flotin og sáhópur er algjör snild. Þau eru, og þetta er úrræði við Reykjavíkurborgar, þú sér þau í öðrum sveitafélögum. Og ég held að sveitafélögin þurfi að skoða það að koma öll af þessu, að þetta er ekki börn úr einu sveitafélög. Þetta blessaða tæki snjallsíminn og samfélagsmiðlarnir þau eru allstaðar að úr nágranna af höfuðborgarsvæðinu og nágrannasveitarfélögum. Við erum að fá krakka sem að koma bara með strætó á úræðurum á Suðurnesjum og Suðurlandinu þannig að þetta er ekki einkamál Reykjavíkurborgar. Það eru allir sem þurfa að koma að þessu og ég held að það séu múrar þar. Við fengum sjálfboðaliða frá Finnlandi sem eru að vinna, eru jafningjar og hafa verið í fangelsum og eru að fara inn í fangelsin og ræða við fanga og þeir voru að sýna okkur verkefni eða úrræði sem þeir settu á stað í Finnlandi sem hét Ghetto Gym held ég og þá var bara opnuð, það var gömul verslunarmiðstöð sem var tekin og breytt bara í svona, hvað heitir þetta, félagsmiðstöð einhvers konar, þar sem að það voru gamlir
svona götu strákar og og barda íþrótta snillingar og þeir voru að kenna þeim líkamsrækt og alls konar íþróttir og hjálpa þeim við heimalærdóm og þannig að krakkarnir komið þangað eftir skóla og þetta að gefast svo vel að ríkið að hugsa að fara að taka undir þetta og fara að gera þetta á fleiri stöðum sko. Og þetta erum við að sjá líka og það til eitthvað þessu líkt í Svíþjóð veit ég. Þannig að þetta að aukast svolítið en eitthvað svona til hér. Ég sá nú eitthvað í Breiðholti, einhvers konar svona svipað úrræði. Það nú stundum verið að koma til mín og menn vilja fara af stað með eitthvað svona og þá hefur einmitt verið að tala bardaíþróttir. Og ég hef verið að horfa að því að Davíð segir við, það er engin úrræði orðin eftir en við erum konum með 3 eða 4 einkafyrirtæki og ég held að eitt þeirra orðið að náttúrulega 3. eða 4. stærsta mannfrekasta fyrirtækið í Hafnarfirði sem er að vinna í þessum úrræðum og menn hafa verið að tala það að fara að bjóða þessum krökkum upp á það að fara í bardaíþróttir eitthvað slíkt sko og það þarf þá sko eins og með svetti það menn þurfa þá að vera svolítið á hreinu með það hvaða fólk gott að taka þar inn því að ég er ekkert spenntur fyrir því að það sé verið að æfa krakka til þess að fara að berjast við mig sko. Þannig að það þarf að vera búið að ná krakkarna þarna. Þið tveir eru pínlítið upptennir í því að krakkarnir séu orðnir brotamenn. Hvað ætlum að gera við hinn hópinn áður en að verður brotamenn? Nei, ég ætla að válega þetta. Ég segi wannabe. Þetta er ekki endilega, sko, að ljóta, kannski rétt að segja wannabe, frekar en afbrotamenn. En það leiðir af sér afbrot. Við erum búin að, í alvörinni, ég er búin að vera að velta þessu fyrir mér, við erum búin að framleiða afbrotamenn á færibandi í gegnum kerfin. Ég er búin að vinna í þessu síðan 1994, apríl 1994. Ok, akkur er fullir í að við sem að framleiða afbrotamenn. Það er einfallega vegna þess, það er ótrúlega tilvílun það ekki, að ég þekki alltaf þessa menn sem er að fremja þessu afbrot sem að sitja hroll á þjóðinni. Nei, það er ekki tilvílun. Það er vegna þess að það er eitthvað klikka á leiðinni. Það er vegna þess að við erum ekki að gera svona vinnu eins og PUK eða Youth Offending Team. Við erum að stilla þeim upp, alveg svo með mig þegar ég var krakki, á bakvið skrifborð og hvað gerir maður þegar maður er komið svona bakvið skrifborð með eitthvað fagprikk hinum með við skrifborðið? Ég man alveg hvað ég gerði. Ég fór í kamiljónið. Ég féll bara inn í umhverfið, svo beið ég eftir að hann til að hafa sagt, þetta er búið, þá labbaði ég út á skrifstofunni og ég sagði fuck you þegar ég var komin búin að loka hurðina eftir mér. Það er það sem við erum búin að gera. Það er svolítið afleiðingin af því hvernig komið fyrir í heimi afbrota í dag. En þess að staðreyndin er bara þessi. Ef að 40% drengja geta ekki lesið sér til gagns, hvar leita þær að sjálfsvirðingunni? Ég segi fyrir mig, ég var heppinn, ég hef haft fasta áskrift á Litla-Hrauni, alveg á hreinu. Hefði ég ekki verið svo langsamur að það var maður sem það var maður sem fótbrotnaði á gamlárskvöld 1987 og ég fann botninn og fór í meðferð á Vog. Það var yngsta barnið sem hafði komið þangað. Já, við sjáum ekki að börn séu sett lengur í fangelsi en ég hef setið inni með 15, 16, 17 ára börnum, ég getur bara sagt sem svo og sumir eru ennþá inni af þeim hópi. Nákvæmlega. Og þó það sé orðið mjög langt síðan og ég hef verið að sjá að þetta er að fleiri kynslóðir eru að koma. Ég hef verið í afplánur með föður og afa, skilurðu, þannig að þetta er svona eitthvað, við náum aldrei að stoppa þessa þróun, af því að sko það er svo líklegt þegar þú ert einu sinni komin í fangelsi og átt barn, að það sé að koma líka síðan seinna í fangelsi. Þannig að þetta er svona nauðsynlegt að finna einhverja leið til að stoppa þessa þróun, sko. Mér langar að spyrja eina, því þú varst að tala að það var komin einhver úrræði, þú varst að tala að það 4 einhver enga úrræði. Hvað kostar, fyrir barn að fara í einkaúrræði, akkur er þetta akkur er þetta ekki bara ríkið eða sveitarfélögin sem er að... Það eru sveitarfélögin sem greiða fyrir þetta. Og væntanlega fá ekki allir samþykkt af því að það þarf örugglega að fara fyrir einhverja nefnd, þú veist. Ég mannast bara fullir að það er öll þessi börn eru í þessum úrræði og sveitarfélögin eru að borga það, sko. Og eitt svona barn í krónutölum í dag kostar jafn mikið og
Þorsteinn Víglundsson skrifaði út þegar hann lokaði Háholti. Eitt svona barn, en það enda komin 8 ár síðan. Þetta sama krónutal í dag en ekki verðbætt. Og þetta að verða mjög þungur baggi hjá sveitarfélögum. Það var einhverjir að skrifa undir eitthvað samning í gær milli sveitarfélaganna og ríkisins það að ríki ætlar að fara að taka þennan málaflokk yfir og þetta eru milljarðar. Já, við erum bara svo áhugavert að þetta þurfa alltaf að vera einhver enga sem að þú veist, og þá vitum við ekkert hver kannski að starfa þarna eins og þetta tala um. Þetta er náttúrulega úrræði sem eru með leyfi og annað slíkt, en það sem að ég hef áhyggjur af það þegar að enga úrræðið farið að segja nei og það komið biðlisti þar, en það eru til peningar til þess að borga fyrir þjónustuna, en þau get ekki tekið við meiru. Þá erum við á pínlítið vondustaf. Þetta eru samt ekki krakkar eða einstaklingar sem myndu öll þrífast í sama húsi, en hlutið þeirra gæti það Og þau eru alls ekki endilega í afbrotum Nei, þetta er náttúrulega alls konar greiningar á bak við þetta, skerðingar og annað slíkt Þetta er samt svona eins og líka það er oft verið að tala um hættulega og erfiða einstaklinga sem eru úti á götunum, lausir úr fangelsum og annað. Því að ég bara svona kom inn á það, þessir einstaklingar eru ekki hættulegir einstaklingar. Þeir bara eru komnir í þá aðstöðu vegna þess að þeir fá ekki viðeigandi stuðning. Og það hlýtur bara að vera sama með börnin að þau eru ekki að fá þann stuðning sem þau þurfa. Þannig að þið voru að tala kynslóðirnar. Ég svolítið að upplifa og hef gert það frá alla tíð að ég að sjá að vera 3. og 4. kynslóð af börnum í vanda og þetta þeirra foreldrar það er rosalega stór þröskuldur að fara yfir að biðja aðstoðina. Þau upplifa skömm, þau upplifa vantrú og vantraust á kerfi vegna þess að þau kannski höfðu þessi kerfi kom ekki vel fram með þau þegar þau voru börn og þau halda svona að fá það á tilfenguna þau það skilið að barnið þeirra sé þarna en þegar þau síðan koma og átta sig á það við erum öll tilbúin að hjálpa þeim þá það vekur manni svo mikið svona trú á því að þarna sé við sem að byrja að ná að rjúfa þetta kynslu sem fer á annan stað. Við sjáum, og því það náttúrulega þekki það, við sjáum fólk sem nær sér, fellur síðan eftir kannski 10-15 eða eitthvað, það gerist eitthvað í þeirra lífi og það hrynur aftur, en það er samt, það er að ná sér og þetta er að verða lengri tími og það er að takast að rjúfa, en við erum líka alveg að horfa á kynslóðu sem er kynslóð eftir kynslóð og hlutirnir er ekkert að, það er enginn að ná að grípa það. Hvað er varðandi samstarf lögreglu í þessum málum? Ég meina, eru til dæmis dómstólar að hlusta á ykkur eða er eitthvað samstarf þar á milli til að reyna að aðstofa þessi ungmenni og eins bara með barnaverndar og skóla og svona, er gott samstarf á milli þessar aðeila? Það er kannski erfitt fyrir mig að svara, ég er svo mikið í þessum leitarmálum og það er ekki endilega sakamála eins og svo fylgist með þessum krökkum þegar að þau verða fullorðin og að verða að reyna hjálpa þeim við það að ef þau ná sér á skrið að þau fá ekki vera búin að vera edrú og á náðbrota í 3-4 ár þegar allt í raun birtist dómur eða boðun í dóm og svo kemur fangelsisrefsing, það er náttúrulega svakalt högg fyrir því að stofna fjölskyldu og allt í raun kemur þessi refsing. Samstarfi, ég ætla að sé ekki þannig að sé samstarfi eins og milli lögreglu og dómstóla með þetta en það er ágætt samstarfi milli barnaverndar og lögreglu en við ráðum ekki við lúkningun á málinu En hvað er svona eins og í þínum störfum, hvað er svona helsti flöskuhálsinn kannski í kerfinu, hvenær ertu alveg brjálaður yfir? Það er þegar það er svo einkennilegt að þar til þú verður 18 ára ertu félagslegt vandamál en þegar þú verður 18 ára þá ertu félagslegt verkefni en þegar þú verður 18 ára þá allt í einu verður að heilbrigðisverkefni. En 15 ára er alveg ljóst að það er ákveðin heilbrigðisvandi hjá þér en hann er ekki, það er veggurinn á milli heilbrigðiskerfis og barnaverndarkerfisins. Og mér finnst hann vera þykkari heilbrigðismegin heldur en hinum megin. Það er og síðan
úrræðaleysið og þar að segja að það sé bara þessi eina ríkislið. Krakkarnir eru bara orðnir þannig í dag og þeirra vandið þannig í dag, það er ekki bara eitt ráð sem dugar. Og það er alltaf verið að tala um einhverja gagnreyndar aðferðir, en ég er ekki bara það ég sé framsóknarmaður, ég er ekki eins og með stúdentspróf, sko. Þannig að ég skil ekki alveg alla hluti, en ég er aðeins fann að átta með á því hvað er gagnreynd og þá yfirleitt á ranga vegu því miður. Má ég bæta við? Já. Ég held að eins og ég talaði sko, stóri flöskuhálsinn í þessu kerfi er viljaleysi. Hlusta ekki. Vera alltaf að sigla þessu risastóra olíuskipi með laska og skrúu stefnulust. Með því að stofna nefndir og ráð og sameina alla og koma allir að borðinu og 100 milljónir þarna og 100 milljónir þarna og blata. Þó ekki gatnagerðargjöld í Garðabæ. Nei, og verður ekki úr neinu. Vitið að þegar Björn Bjarnason var dómsmálaráðherra, þá fórum við á fund með honum, ég og Grétar Halldórsson, sem var deildarstjóri á Stuðlum í mjög marga áratí. Og við kynntum fyrir honum Youth Offending Team. Og honum leist svona rosalega vel á þetta að hann pantaði sal upp á Hótel Sögu og bauð öllu lögmönnum Íslands að koma til þess að kynna sér málefni ungra afbrotamanna með tillit til 57. greinar hegningarlaga. Hvað komu margir lögmenn? Gumi? 2. Engin. Engin, ekki einn. Ég er ekki búið, ég er ekki lögmaður heldur. Það segir bara svo mikið hvernig þið litið á hana málaflokk. Við förum á innsogið þegar einhver er stungin á menninganótt. Við förum á innsogið þegar eitthvað gerist í Breiðholti og með leið og fréttin hættir að gefa clickbait. Það bara höldum við áfram með lífið og býðum eftir frétt frá Trump. En sko, við sem erum að fara inn í fangilsin og svona og erum að horfa upp á að reyna að aðstoða fólk og við sjáum að sumir átt aldrei val. Það er eiginlega hægt að segja bara að fæðist inn í fjölskyldu vitandi það að þú værir á leið í fangilsi. Sko. Ertu að tala um affall? Affall í hverjum árgangi? Ertu að tala um það? Ertu í alveg að þora að segja það? Ég er ánægður að heyra það. Við erum að tala um fjölskylduðar. Það koma fættinni svo brotna fjölskyldu aðstæður. Það er það sem áttu við. Já. Og ég er bara svona pæli, sko, erum við að sjá meira af því í dag heldur en áður? Ég meina, erum við kannski að horfa fram á að það séu fjölskyldurnar sem þurfi miklu meiri aðstoð 100%. Við fæðingu barna í raun og veru bara strax. Ég er að hitta þriðju kynslóð eins og þú varst að segja. Það er alltaf fátækt líka og ég meina börnin kannski geta ekki verið íþróttum. Íþróttir finnst mér ætti bara að vera fríar. Þú veist, það er bara eða bara það sem þau vilja stundir sem við talum að hafa eitthvað fyrir stafni, hafa eitthvað að gera. Þú veist, svona forvarnir. Það er alltaf bara fátækt og foreldrar að vinna mikið og bara allt einhvern veginn hlýtur að hafa áhrif. Svolítið athyglisvert þetta með íþróttum. Það er alltaf verið að byggja stærðarinnar íþróttahús og við erum orðin frægi fyrir það í Hafnarfirði. Og það er svolítið verið að þetta snýst oft um afreksfólkið og annað slíkt, sko. Og krakkarnir fá ekki að leika sér í dag, það er að segja það er ekki til tími í þessum húsum fyrir það. En hópurinn minn, börnin mín, ég er þar með afrekskrakka sem að annarkvort ofþjálfast, sem að meiðast og þetta eru krakkar sem að eru sko fremst, ekki tala um meðal jafningi, heldur næstu hópana, næstu árgang á undan og og við þetta eitthvað ofþjálfun eða meiðsl slíkt, þá detta þau niður og er ekki lengur fremst og þau höndla það ekki. Og varðandi íþróttina þá þarf kannski svolítið að skoða það ætti til dæmis ekki vera læknir sem myndi skrifa upp á það að einhver ungur krakki, við talum undir 16 ára aldri, sé komin í landsliði, fullorðins landslið, að það sé í lagi. Auðvitað eru einstaklingar sem alveg höndla það,
en þau eru ennþá í þroska og annað slíkt, en svo vantar bara þetta hitt, það vantar það að geta farið í brennibolta og kíló eða hvað þetta heitir og annað slíkt, að fá bara að leika sér. En það langstærsti hópurinn samt þarna. Það eru hinir sem ekki, sko, við náttúrulega líka, við erum þetta með blessuðu bómullina, sko, að ég hef oft sagt að sko, það er þroskamerki að vera að koma með svona 3 spor í höfuðið og 1 beinbrot fyrir fermingu, því þá hefur það fengið að reka það aðeins á einhverja hluti, en þegar samfélagið er orðið þannig að Jesús minn, ég sá krakka, hann stóð á gangstéttarhellu, hann gæti dottið, já, eða eitthvað slíkt, sko, og þá eru konur í bómullina, það er svona eitt atriðið í þessu, sko. Það er þessi svo kalluðu þyrluforeldrar sem eru alltaf sveimandi kring. Já, ég er sammála með íþróttirnar, sko. Það er langstæðsta og mesta forvörðin sem við getum gert, sko. Ég var alltaf til dæmis bara ofeitur til að fara í, fór aldrei og endaði síðan bara litlarinn. En af því að ég hef nú alltaf verið líka svona í þyngri kantinum, það er það var spurning hvort hann muni sjá þetta, en í gamla daga þá var einn af okkar efnilegu fótboltamönnum sem að braut af sér og ég hljóp hann uppi. Og hann er bara í vandræðum síðan, sko. Ég verða að koma þess að. Að því við erum búin að vera að tala um nýja nálganir og svona, við erum búin að reyna. Ég var með þetta hópastarf og ég menn þetta bar árangur. Vitið ykkur stoppa það? Ég fekk áminningu fyrir að vera með hópastarfi af því ég kom í nýja nálgun af barnaverndarstofu. Það átti að reka mig. Ég fekk uppsölnabréf fyrir að koma í nýja nálgun. Ég verð að koma inn á þetta. Þannig kemur sko, og skýringin, veitu hvaða skýringu ég fekk? Ein skýringi var svo að þetta var ekki viðurkenndar aðferðir. Ekki gagnrýnt. Já, hvað er viðurkennd aðferð? Er það að stilla þeim upp á bak skrifborð? Væntanlega fyrir sem er búið að rannsaka og prófa og gagnrýna. Og hvað gerði ég með þessu görum? Af því einn frægur sagði á þessum fræga fundi sem átti að segja mér upp. Ég var bara með svo góðan lögmann sem gat bjarga mér hana. Hann sagði, við megum ekki safna þessu krökkun saman, þau gætu gert eitthvað skelfilegt. Ég segi bara, í hvað heimi lifið þið? Hvernig braut ég það niður? Ég fór með upp á Þingvelli og lét á síga niður Bjarg. Hver þorði ekki að síga? Auðvitað sá sem hann var andfélagslegur og ætlaði að stjórna hópnum með þeim hætti. Og hvað gerðist þá? Hann missti tökin á hópnum. Hann var ekki efstur í goggunaröðinni. Og ég gat haft þennan hóp í höndunum bara svo smjör. Og þegar ég fór með það út á sjó, í smá vindi, í öldugangi, í blauðbúning, skildi þá eftir út á sjónum. Og fór í burtu með bátinn í smá stund. Og svo voru þeir þarna eitthvað í öldunum, sá náttúrulega bátinn. En þeir voru voðalega litlir og hrættir þegar þeir komum borð. Þá gat ég rætt við þá og sagt, heyrðu, svona getur endað í afbrotaheiminum. Þeir eru hættir að tilheyra og þegar fjölskyldan fer frá þér, þá ertu einn. Þetta er ekki viðurkenndar aðferðir, sagði barnaverndarstofa. Svo var það hinskýringin. Hagsmunaárekstur. Ég var ekki einu sinni að vinna fyrir barnaverndir. Ég var að vinna fyrir ITR, Íþrótt- og tómstundaráð. Ég fekk 200.000 krónur fyrir verkefnið. 10 skipti á kvöldin. Hagsmunaárekstur. Á sama tíma var barnaverndarpáinn eða forstjóri barnaverndarstofu með son sinn í vinnu hjá sér plús það að vera með handleiðslu hjá öðrum meðferðarheimilum sem örugglega kostar meira en 200.000 kall. Svona virkar þetta kerfi. Þetta er þessi svo kallaða ég strík þér og þú stríkur mér. Þetta er bara staðarind. Ég vil aðeins að grípa það sem að Davíð er að koma með þarna. Það er þannig í dag að krakki sem er erfiður í skóla og hefur truflandi áhrif á aðra nemendur og slíkt,
Það virðist vera sko, eina lausnin er að reka nú skólanum, senda hann heim og þetta eru krakkar sem eru ofvirk á einhvern hátt. Þau hafa einhverja kunnáttu eða gáfu og þau fá ekki sénsinn á að nýta það á einhvern hátt. Þau eru rekin heim og hvað þau upplifa höfnun með því og annað slíkt. Ég man sérstaklega það eru tveir einstaklingar svona í mínu ferli. Það er og báðir koma þeir utan á landi sem voru óhæfir í skóla, gátu ekki verið og þeir voru reknir þannig að skólan, mátti ekki mæti í skólan. Á öðrum staðinum, þetta er drengur sem gat sett allt í gang. Sama hvaða mótor það var og hversu lengi hann var búinn að vera fastur, hann gat sett allt í gang. Svona mótorsmiðugæi. Já, en hann fekk aldrei að fara þá leið að fara í smiðju og þó hann hefði ekki kunnað stærðfræði og ensku eða eitthvað slíkt, þá eru líkur á því að þessi einstaklingur hefði fengið að vinna við vélar, hann hefði lært á þetta og hann hefði svona getað tekið svona færnipróf seinna meir og þess vegna verið komið einhverju velsmiðu. Hinn einstaklingur er lengra út á landi og því að sko menntakerfi segir þetta má ekki. Það má ekki láta krakkan koma, ef hann mætir ekki í skólan þá má hann ekki fara í eitthvað annað og þar var einstaklingun látið að mæta klukkan 8 á mótnana í vélsmiði, þess að í svona stálsmiði. Þannig að hann lærði sko að skera með slípir og okkur lokksjóða og allt þetta. Hann náði hann var til friðs á meðan og síðan verður, nota orðið nýtur þegn þegar hann verður fullorðinn vegna þess að þetta var hans áhugasvið. Það var ekki endilega það að læra einhverja náttúrufræði eða algebru eða eitthvað slíkt og þrífast í hópi krakka. En menntakerfið eða lögin okkar banna þetta. En hvað þegar við erum að tala þann háttinn sko. Þegar við erum að tala skóla og skólakerfi, hvort ég spyrja þig með stjórnandaminn í þessi? Nei, ég er alltaf bara sérfræðingur og alltaf einhverjum nefndum og eitthvað, ég veit ekki neitt, sko. Þú mátt ekki taka þessu svona. Nú er verið að tala eitt af úrræðum sem til að koma aga á skólana sé að banna símanotkun. Er það eitthvað sem myndi aðstoða við þennan hóp eða? Ég hef áður sagt, ég vil banna samfélagsmiðla undir 16 ára aldri, sko, 15 ára. Þetta tæki ég þoli þetta ekki, hvorki í snjallsíma nýja samfélagsmiðlana og strætó upp og annað slíkt, en ég get aftur ekki án þess verið, en ég held að krakkarnir, þetta er ekki áreiti sem þau þurfa. En það verður mjög erfitt að snúa ofan að því. Sko það er í skólanum sem að börnin mín eru, sonur minn í 10. bekk og þetta er alveg issue sko, að megi ekki verið með síma og þetta er erfitt sko. Það að banna síma í skólum er ekkert að fara að bjarga því að það verður ekki ofbeldi eða, það er kannski bara partur að kannski, en það þarf þá að vera eitthvað mér er alveg sama hvort hann sem er síma í skóla eða ekki, mér er bara fínt að kannski bara banna það, þeir eru oft í símanum og svona, en ég sé ekki að það sé eitthvað að fara. En sko, nú er ákveðin hópur af börnum í vímuefnaneyslu. Líka. Nei. Jú, það er. Hvað eru þau að éta í dag? Hvað aðal vímuefnin algengust meðal þessara hópa í dag? Það er íslenska grasið og lyfseðilskyldu lyfin og svo áfengið. Og pennarnir. Já. Já, pennarnir. Spæsið var á sínum tíma og svo THC-ið í pennunum en já. Þetta er ekki. Mér finnst ég verða að segja ykkur eina gullfallega sögu mótorsmiðina því ég er svo hrifinn á mótorsmiðinu og ég vil endurreisa mótorsmiður. Það er draumur minn að endurreisa mótorsmiður vegna þess að það er virka. Einn bestu vini minn, hann var í mótorsmiðinu þessi Pjakkur og við erum miklu hjólafélagar í dag og svona, við erum í mótorhjólunum. Hann gat ekki lært á bókina. Og einu sinni kom kennari úr grunnskólanum sem hann var, þá hann logið á okkur í mótorsmiðinu að var í fríi í skólanum, en hann kom að gera við hjólið sitt. Svo kom kennarinn inn í mótorsmiðinu, hann frétti að hann væri þarna og sá hann var að vinna. Hann var að virkilega leggja sig fram og gera eitthvað annað og styrkja sinni sjálfsmynd. Og ég man alltaf hvað kennari sagði, hann sagði, frábært, þannig þú allan að gera eitthvað hér. Og fór, skildi hann eftir hjá okkur. Hann er bifvélavirki í dag. En það var búið að afskrifa hann úr skólakerfinu. Algjörlega búið að afskrifa hann. Hann átti ekki að eiga breyk. En
En það hefur nú verið atvinnutengt nám svona fyrir börn sem að hafa ekki geta verið í skóla, svona, þú veist, bara erfitt með að mæti skólan og verið í þessu bóklega, þá hefur verið gerð samningur svona atvinnutengt nám þar sem þeir fá að vera. Miklu meira af því. Já. Það er bara sama allstaðar, líka í fangelsónum. Þar einmitt allir þessir krakkar sem að, veist, gátu ekki lært, þeir eru í fangelsónum í dag og þar þarf að þróa styttri námsleiðir og fleiri möguleika fyrir að því að þeir þó kannski geta ekki endilega lesið bækur eða eru ekki góðir í því að þá eru þeir kannski mjög flinkir í höndunum sko, einmitt með þessi en kannski að lokum bara svona því að þetta fer að vera búið sko. Ég vil borga til 8 sko. Hvað veist ég meina nú erum við komnir inn á ansi margt í þessu þætti og ég er bara svona að hugsa ég meina ef að það er eitthvað sem að ég veit að þú ert svo sem búin að segja að þú vilt fá mótorsmiðuna og jafningjastuðning. Þannig að í raun og veru ætti það kannski að vera lokaspurningin. Svona hvað, bara stutt, ég meina, hvað viljum við sjá sem sagt, í kerfinu strax? Og það er prógrammið sem þú varst með, Youth Offending Team, inn í og nota 57. greinina, í almenna hegningarlaga, PÚK fyrir yngri, og fara að koma í nýja nálgun laga þess að skrúu þarna á þessu olíuskipi það er eiginlega það jafningjagrundvöllurinn inn Ég vil fara að sjá neyðarúrræði sem að virkar heldur krökkunum og það er sko mér finnst það ekki eðlilegt þegar að kannski 30% af vinnunum minni er að eltast við krakka sem eiga að vera inni í ákveðnum úrræðum bæði á vegum ríkisins og svo einkaaðilana standar sér þetta betur heldur ríkisúrræði og það sé þá öryggi þeirra sé tryggt. En Guðmi, hvað er því til fyrirstöðu ef maður spáir í því að fara að byggja þetta meðferðarheimili hjá Víðistu sem hafa búið að það liggur allt fyrir, allir pappírar og allt, þú veist, hvað er það sem stoppar það að bara ekki að fara með þessa helvíti skóplu og byrja? Ég veit það ekki, en það eitt og sér, þú veist sem ekki sammála, er ekki nóg, en það aðskilur ákveðin hóp. Ef það kemur þetta var úrræði sem átti að aðskilja miklu neysluhópin frá hegðunarvandanum og en er ekki miðað við það sem er að lesa í fjölum, er ekki bara búið að afskrifa þetta og er ekki farsaldatúni það sem er... Já, en ég getur ekki haft það líka. Það er eitthvað að því. Allan að klást okkur vantar fleiri úrræði. Já, og margvíslegri veldur. Ég finn alltaf sem ég finnst þetta bara áhugavert að spyrja, kannski bara spá, af hverju eru börnin að lenda í þessu? Af hverju eru börnin komin á þennan þegar þau séu með svo mikinn hegðunarvanda að það þarf að vera sko, neyðarvistuð í fangaklefa? Og bara svona fara, margir krakka tala bara einstaklingar sem eru komin í fangilsi tala margir að hafa lent í einelti til dæmis í skóla. Það er einhver ástæða, það þarf að vinna með það en ekki setja eitthvað úrræði sem virkar ekki og reyna einhvern veginn að taka vandanum svo bara þegar þú veist eldri sko. Svo bókin óvinnur þeirra? Algjörlega sko. Ég minni reglulega á það. Á hverju ári fæðast 4 til 4.500 börn. Af þeim lenda 15 til 30 á mínu borði. Ég veit ekki alveg tölurnar með sem sagt, hversu stór hópur lendir í lögreglukerfunum áður en það verða 18 ára, en þetta er ekki meiri hluti þjóðar sko. Nei. Og það er svo sorglegt að við skulum ekki ná að taka utan um þetta. Þannig að þetta verði ekki verra heldur en það er. Við höfum ekki að fara í plástraaðgerðir allavega. Við höfum ekki að fara bara búið til alvöru meðferðarúrræði. Ég meina bara nýtt meðferðarheimili. Hvaða aulagangur er þetta? Ég meina, tökum bara dæmi. Samherji fékk 160 milljónir vegna orkuskipta hjá skipum úr ríkissjóði. Það vantaði 100 milljónir til að klára þetta hann í Garðabænum. Hver er forgangsröðunin? Þú veist, halló, vakniði. Halló, góðum mín. Það vantar líka meiri tíma. Mér finnst þetta vera, það er að afgreiða hlutina á allt á stuttum tíma og svona þegar þeir aðeins komið að stað þá og því að höfuborgin er nú stundum það að tala sollin að eins og sjáum til dæmis með úrræði á Akureyri eða í Eyjafirði, gamla Laugaland, núna Bjargey, að sko þeim virðist ganga vel meðan þær eru fyrir norðan, þær fá að vera þar
frekar stutt og svo þegar það koma í bæinn og þá detta aftur í þennan félag, það er verið að reyna að slíta það, en af hverju erum við, og ég meina, það er verið að tala að Háholti hafi verið of langt frá Reykjavík, en það akkurat það sem þessum krakkum þurfa. Þau þurfa þessa fjarlægð. En svo það líka, þau þurfa aðlast aftur heim og þar kemur einmitt svo jafningastöðningur, kemur svo rosalega vel þar inni til þess að halda áfram að styðja, það virka miklu betur að vera með eitthvað, bara jafningi heldur en eitthvað sérfræðinga, þótt að auðvitað þurfa sérfræðingar að vera líka. Sjálfsögðu. En jafningarnir, það er bara, mjög mikilvægt. Við bauðum umboðsmann Alþingis og umboðsmanni barna að koma hér í þáttinn og ákveðnum þingmönnum og það þorði enginn að vera með okkur. Það er Davíð sko, ég var líka svolítið efinn sjáðu til sko. Ég ætla að senda skilaboð. En við erum allavega konum með þetta og hreint, það er meiri jafningjastuðningur og ráðgjöf. Vilt þú bæta einhverju við eða eru við ekki bara búnir með þennan þátt? Jú. Og ég vil þakka Davíð Bergmann og Guðmundi Fylkissyni kærlega fyrir komuna, algjöru snillingar og við munum sjást aftur eftir sirka hálfan mánuð.